yfirskriftin af næringardeginum í dag var í raun og veru kúnstin að kyngja, þannig að við fengum til dæmis Agnar sem sérfræðilæknir til þess að tala eins ásvelgingalúnabólgu. Elísabet Arnardóttir talmeinafræðingur sagði okkur frá líka hvernig við erum að meta kyngingu og þess háttar og svo var það Guðlaug Gísladóttir næringarfræðingur sem sagði okkur frá svona sjúklingatilfelli sem þá með kyngingarerfiðleika og Bára sem frá eldhúsinu sagði okkur aðeins frá hvað eldhúsið að gera í raun og veru með vinnu varðandi fæðið, maukað fæði og þess háttar. Þá kom ég sjálf og sagði frá íhlutunarrannsókn sem ég gerði á lúnadeild og var partur af doktorsverkefninu mínu þar sem við vorum að skoða í raun og veru vannærðasjúklinga með langvinna lúnateppu inn á spítalann og fylgdum þeim eftir í raun og veru 12 mánuði og vorum að gefa þeim í raun og veru hefðbundna meðferð sem næringadrykkir og svo vorum við með annan hóp sem fékk í raun og veru millibita, orkuríka millibita, svona meira hefðbundin mat. Og það sem við sáum í raun og veru svona helstu niðurstöður var að báðir hópar voru að þyngjast sem að gefur þá kannski svona ákveðna vísbendingar að við getum líka verið að nota svona hefðbundin mat eða orku- og próteinríka millibita fyrir sjúklinga sem vannærðir og við sáum líka að báðir hópar í raun og veru bættu sig í heilsutengdum lífsgæðum sem náttúrulega mjög mikilvægt fyrir sjúklinga. Fólk að borða oft á hverjum einasta degi og þetta bara algeng athöfn sem gert oflítið út af í dagstaglega og það gefur til dæmis hjúkrunarfræðinga ágætis tækifæri til að þjálfa fólk sem í endahæfingu til dæmis eftir heilablóðfall. Margar rannsóknir útiloka oft fólk sem ekki getur tjáð sig nógu vel. Svo við erum svona farin að hugsa að nýta tæknin miklu meira og farin að huga á að nota til dæmis mobile eye tracking til þess að fylgjast með hvernig athygli fólks að beitast á meðan þau eru að borða og hvort að það sem við erum að gera til að örva athygli fólks á matmálstímum hefur í raun og veru áhrif á hvernig þau eru að haga sér á matmálstímum. Það að borða mikilvægt tækifæri fyrir okkur og við eigum svo sannilega að gefa meira gaum á matmálstímum sem tækifæri til íhlutuna og nýta þann tíma miklu betur. Þetta mjög mikilvæg samskipti sem á sér stað á milli umönnunaraðila og sjúklinginn á þann tíma.